Komið þið sæl. Við ætlum að halda áfram að vinna með tvær jöfnur sem við þurfum að leysa saman. En við ætlum ekki að teikna þær upp eins og við höfum gert fram að þessu. Við ætlum að fara og læra aðra aðferð. En þegar við erum að vinna með tvær eða fleiri jöfnur sem við leysum saman, þá kallast það jöfnuhneppi. Og við erum búin að fara í gegnum eina aðferð. Við getum sem sagt teiknað upp jöfnunar. Við erum með eitthvað hnitakerfi hér. Og teikna síðan aðra línuna og teikna svo hina. Þá fáum við skurðpunkt og þessi skurðpunktur gefur okkur x og y-gildi sem þá sameiginlega laust fyrir þessar tvær jöfnur. En við lærðum líka síðast að þessi leið getur verið ónákvæm ef við erum til dæmis með hallatölu sem er 2/3 eða eitthvað slíkt. Þá getur verið frekar ónákvæmt að reyna að teikna þau upp nema við teiknum grafið þeim stærra og vöndum okkur þeim meira. Þannig við ætlum að kynnast tveimur öðrum leiðum. Í þessu myndbandi ætlum við að læra aðferð sem heitir innsetningaraðferð og svo í næsta myndbandi förum við í hina aðferðina. Þannig við komum til með að læra 3 aðferðir til þess að leysa svona 2 jöfnur. Nú innsetningaraðferðin, hún gengur út á það að setja inn hina jöfnuna. Þess vegna heitir það innsetning. Við gætum vissilega á mjög stuttum tíma að teikna upp þessu jöfnu hér. Hallatalinn er 3 og skurðpunkturinn 4. En með jöfnuna sem er hérna vinstra megin, þá er ég ekki jafn heppinn. Í fyrsta lagi þurfti ég að byrja á að einangra y-ið með að koma x-inu hinum megin. Og svo þurfti ég að deila í allt með -7 sem gefur mér frekar leiðilegar tölur til að teikna upp. Þannig að það sem við ætlum að gera núna er að horfa á þessu 2 jöfnur og önnur jafnan, það er að segja jafnan sem er hægra megin, hún er að segja okkur hvað y er mikið. Hún segir okkur að y er 4 + 3x. Ég muni að þetta merki hér þýðir að það sem sitt hvorum megin er sami hluturinn, þannig að y er það sama og 4 + 3x. Og þetta get ég nýtt mér með að setja þá inn í hina jöfnuna í staðinn fyrir y, að hér ætla ég að skrifa 4 + 3x. Það er að segja að 2x þau eru óbreytt hérna. 7 hún kemur hérna líka óbreytt. En svo í staðinn fyrir y, nú kemur galdurinn, að þá ætla ég að skrifa þetta hérna, 4 + 3x. Og svo kemur samansmerki sem er hérna undir pílunni, þið sáu það kannski áðan, og er jafnt á 10. En af hverju er ég að þessu? Það er vegna þess að nú er ég komið með eina jöfnu sem inniheldur bara 1 bókstaf, sem er sem sagt x-ið. Þegar áðan var ég með 2 bókstafi í sömu jöfnunni, bæði x og y, líka hérna hægra megin, og þá gat ég ekki leyst aðra jöfnuna. Þannig með að setja þetta inn, eins og ég geri hér, í hina jöfnuna, að þá get ég leyst þessa jöfnu hér og fengið tölu fyrir x-ið. Og þið eigið að kunna að leysa svona jöfnu, við byrjum á margfaldinni svigan, ég er búin að því hér, og draga saman líka liði og allt það, og þetta gefur mér að x-ið er jafnt á -2. En ég má ekki hætta hér, ég er bara hálfnaður. Þetta er reyndar hluti af svarinu, en ef ég ætla að leysa jöfnuhneppi þá vil ég vita hvað x er mikið og ég vil líka vita hvað y er mikið. Og þá er spurning hvernig get ég fundið y. Og þá horfi ég á jöfnunar sem ég byrjaði með og vel kannski jöfnuna sem er einfaldari. Í þessu tölu gera þessi jöfna hér og ég nota hana. Núna veit ég að x er -2, þannig ég set það inn í staðinn fyrir x hérna og reikna bara. Og þá lítur það svona út. Ég reikna og segi 4 + 3 sinnum -2. Ég setja -2 í staðinn fyrir x hérna. Þetta eru bara tölur sem ég get slegið þessun inn í vasareiknin ef ég er einhverjum vandræðum. En þá fæ ég að y er líka -2. En það er bara svona skemmtileg tilviljun í þessu dæmi að x og y er sama talan, það er ekkert alltaf þannig. En þetta er semst innsetningaraðferðin og áður en ég slökkva á myndbandinu og snúi ykkur að vinna sjálf, þá ætla ég að kíkja á eitt dæmi sem er aðeins flóknara, en við getum notað sömu aðferð til að leysa það. Hvernig getum við notað innsetningaraðferð til að leysa þetta jöfnuhneppi? Við skoðið jöfnuna sem voru með í upphafi áðan, og það var búið að einangra fyrir okkur y-ið hérna í annar jöfnunni. En við erum ekki jafn heppin með þessar jöfnur hér.
En sem betur fyrir eruð þið búin að læra smá í algebru og þið eigið að geta einangrað bókstafi. Þannig að það sem þið þurfum að gera að byrja bara að einangra y í þessari jöfnu með því að gera mínus 2x báðum megin. Eða færa þetta yfir, ef við hugsaðum þannig. Og þá fáum við eftir einangrun að önnur jafnan segir okkur að y jafnt á 11 mínus 2x. Og þá getur framhaldið verið nákvæmlega eins og í dæminu undan. Í staðinn fyrir y hér, þá skrifa ég 11 og svo mínus 2x. Ég set þetta inn í staðinn fyrir y. Og þá held ég að ég geti leyst þetta í framhaldinu. Þið sjáu að hér set ég þetta inn, margfaldan í svigan, leysir svo fyrir x-ið og það kemur ljós að það er 5. Og núna til að finna hvað y mikið, þá set ég 5-una inn í þessa neðri jöfnu hér sem ég er búinn að einangra y í. Og rekna síðan bara 11 mínus 2 sinnum 5. Og það er að sjálfsögðu 1. Þannig að þá er ég komið með tvær lausnir. Ég er komið með hvað x er mikið og ég veit hvað y er mikið. Hérna. En þannig virkar þessi aðferð, innsetningaraðferð. Og til að tengja þetta við það sem við vorum að gera í síðasta myndbandi, ef ég myndi teikna upp þessar tvær jöfnur sem ég er með hérna efst, þessar jöfnur hérna, þá væntanlega myndi þær skerast í punktinum 5,1 sem er hérna. Vegna þess að x er 5, þá fyrir 5 til hliðar, y er 1, þá fyrir 1 upp. Þannig að kannski lítur þetta einhvern veginn svona út. En þið getur prófað sjálf til að fá nákvæmari mynd. En þessi aðferð er sem sagt nákvæmari ef við erum óheppin með tölur. Við sleppum að teikna þetta upp og hún er líka bara skemmtileg. Þannig ég segi takk fyrir mig og gangi ykkur vel.